Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð, velkomin í reynsluboltana. Ég yfirleitt með 3 gesti. Við byrjum með 2, en það gæti verið að myndi bætast í hópinn. En þeir 2 sem eru sestir hér á rauðaborðinu eru góðir. Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir í SA, vertu velkomin. Takk fyrir. Og Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur, velkomin bæði. Takk fyrir. Gaman að sjá ykkur. Takk sömuleiðis. Hafið þið ekki svolítið haft handbolta á heilanum síðustu daga? Jú, óhjákvæmilega. Sko. Óhjákvæmilega. Svona, ég fannst nú betra að fylgjast með því í útvarpinu. Já. Ég var að keyra og var að fara á milli staða og þetta var svolítið gott í lokin hann í gær, sko. Mér fannst alveg vera löngu komið í höfn, sko. Þannig ég var farin að slaka á. Já. Bara að sjá hvernig staðan er í því alveg að lokum, en þetta var svolítið stressandi byrjun seinni hálfleiks. Já, það er ekki fleiri innlagnir og vog út af spennunni. Nei, það var nú bara að vera að fylgjast með leiknum þar. En það var ekki boðið upp á áfengi þar. Nei. Ég nefnilega heyrði það að það væri svolítið verið að bjóða fólki að drekka áfengi hérna á vinnutíma og á vinnustöðum sem er eitthvað alveg nýtt, sko. Þetta er forvitnið. Já, mér finnst það. En íþróttur og áfengi eiga svo prýðilega samleið. Í auglýsingum allavega. Nei, og sem svona skemmtiefni. Já, en svo spurning hvað fólk finnst eðlilegt að sé verið að drekka á vinnutíma. Á vinnustöðum. Þetta er svona nýtt, sko. En það var ekki verið að bjóða upp á það hjá okkur. Þetta var alveg áfengislist áhorf á Vogi. Mér langar áður en ég hleypi þér að Guðmundur Andri að taka þennan bolta aðeins á lofti. Eins og í handboltanum. Einhverjir opinberir vinnustæðir jafnvel í þessum hópi? Ég veit ekki hvaða vinnustæðir. Þetta er bara... Viltu nafngreina einhverja vinnustæðir? Ég hef ekki hugmynd um það. Ég heyrði bara að það væri, já, þessi var að segja vinnunni á manninu mínum og eitthvað svona, sko. Já. En þetta held ég að þetta tíðkaðist einu sinni í gamla daga. Það var svona, jafnvel á spítalanum verið að bjóða til dæmis á Þorláksmessu einhver sérrið, ég veit ekki hvað það var, svona í lokdags fyrir jólin. Og síðan var þetta bara tekið af, þetta var augljóslega ekki viðeigandi að vera að bjóða fólki áfengi á vinnustanum, svona áður en að keyrði heim og svo framvegis. Þannig að mér fannst það svolítið fyndið að heyra þetta. Já, kannski erum við bara komin með svona bakslagi þá sín hvort að ég veita og drekka áfengi á vinnutíma á vinnustöðum. Þetta er svona bara til að hugsa um. Við buðum einu sinni upp á, jafnvel börnum, upp á sígarettur í fermingaverslun. Jú. Já, og vindla. Alla sortir. Og áfengi. Alla sortir. Og áfengi í fermingaverslun. Já, þetta finnst mér, við munum koma betur á þessu á eftir, svona því hvernig áfengi alfara leið, eins og var slagorð læknandaga ekki satt áfengismáli. Já, það var svolítið áherslu á það, sko. Já, en fyrst aðeins meður handboltan. Guðmundur Andri, ertu búin að næga neglurnar síðustu daga? Já, svona í kannski óeiginlegri merkingu. Þetta er svona það sem hefur haldið manni frá rúminu eiginlega, svona rifur mann upp og hrest mann við í þessari svona kvefkröm sem að maður hefur legið í. Ónæmiskerfið hafi styrkt á Ég held að þetta hafi styrkt ónæmiskerfið alveg gríðarlega og maður er allur miklu hressari. Já, stundum, ekki þegar að gera jafntefluvísis. En mér finnst það að vísu talandi um það, sko, að umræðan er alveg, hún er ekki dálítið ósanngjörn, hún er alveg gríðarlega ósanngjörn gagnvart þessu liði og það er einhvern veginn látið, sko, alltaf eins og þeir hafi, sko, klifið á Everest leiðu þeir sigri eitthvað lið og svo er látið, sko, eins og þeir hafi ég veit ekki hvað gert af sér þegar þeir gera bara jafntefli að tapa með 1-2 mörkum. Málið er að þessi lið sem eru komin þarna á þennan stað í þessari keppni og gleymum því ekki að Evrópukeppnin er kannski sterkasta handboltakeppnin sem að til af þeim öllum af því að það er í Evrópu ennþá sem að svona sterkustu liðin eru og málið er að þau lið sem að þarna eru saman komin eru náttúrulega jöfn og öll frábær, þetta eru allt afburða góð lið þannig að það getur úrslitin geta farið á bara alla lund og við getum unnið hvert sem við getum tapað fyrir hverjum sem við getum gett jafntefli við hvert sem en það er ágætt að muna núna þegar við mætum Dönum að við getum unnið Dani
og við höfum oft unnið Dani gegnum tíðina. Já. Ég nú orðin svo gamall, ég man mér mjög minnistætt þegar að ég held að ég hef verið 9 ára 1968 þegar að Íslendingar sigruðu Dani 15-10 hérna á Íslandi. Ég held að Jón Hjaltalín og Geir Hallsteinsson hafi skorað öll íslensku mörkin. Og hugsaður hvað handboltinn hefur breyst mikið síðan þá 15-10 já. Ekki mjög mörg mörk. Núna eru menn að skora 40 mörk í leik eftir leik. Já, þá voru ekki þessar rauðu miðjur og ekki malavelli bara. Nei, þetta var í höllinni þessi leikur, Laugardalshöllinni en það voru líka svona úti handboltaleikir á Melavellinum til dæmis. Einmitt. Já. En þetta er mjög stað góðu punktur hjá þér með kröfu hörkuna okkar. Já, þetta er dálítið í kannski okkar þjóðarkarakter. Jú. Engi Danirni vinur okkar sem eru náttúrulega undir árás núna og Já. Já, kannski eigum ekkert vera leyfum þeim bara að vinna. Já, svona kannski óréttlátt fyrir þá greinilega. Nei, við segjum ekki til þetta. Nei. Tekum tilbaka. Það má skjóta því inn í einmitt með það að í rauninni getur alltaf farið illa í handbolta að Danir hafa tapað einu leik, þetta albesta lið heimsins sem flestir eru sammála að sé í dag. Þeir töpuðu gegn Portúgal bara fyrir nokkrum dögum. Og það er líka eitt í þessu sem að gæti svona nært ofsan í okkur og sigur viljan, það er að eins og margir hafa komið bent á og þá er þetta mjög athyglisvert að í þessum undanúrslitum þá eru 3 af 4 liðum undir stjórn íslenskra þjálfara. Það er eitt lið sem er það ekki og er það aldeilis ekki. Og það er danska liðið. Það er ekki undir stjórn Guðmundar Guðmundssonar eins og það ætti að vera. Finnst okkur. Og þeir komu mjög illa fram við hann. Þennan frábæra þjálfara og sóma mann. Þannig að þetta finnst mér að gefa íslenska liðinu alveg ekstra búst. Sammála. Nú ástæðið þess að maður hefur þátt eins og þennan sem að svona oftast tengist að einhverju leiti tíðaranda þjóðmálum sem eru ofarlega á baugi eða fréttum vikunar. Ástæðið þess að ég byrja á að ræða við ykkur handbolta er svo að þetta er náttúrulega eitthvað miklu meira heldur en bara handbolti í okkar huga. Upplifir þú það ekki, Valgerður, sjálf einhvern veginn að við hérna útnáranum í skammdeginu í janúar þetta snýst eitthvað miklu meira en íþróttir. Já, þetta er leikir til þess að horfa á er náttúrulega nauðsynlegt fyrir publikinn, eða ekki? Það er lengi verið stundað. Gefa þeim eitthvað að horfa á og drekka með því. Og brauð og leikar. En nei, þetta er svolítið djúpt í handbolti finnst mér líka skemmtilegri að horfa á því að meira alinu upp við það meira ofbeldi. Þeir eru svo sterkir þessi strákar sem eru í kallaliðinu ótrúlegt að horfa á átökin og auðvitað verður maður ánægður þegar Íslandi gengur vel en ég man líka eftir því hvað við vorum ánægð þegar Íslendingar sigruðu Englendinga fótboltanum og ég var stödd erlendis þá og þetta var bara þvílíkt fréttaefni út allt og fór sjálf í viðtal einhverju útlenskri stöð bara því ég var íslensk og vissi ekkert neitt en þannig að þetta er út allan heim þetta íþróttir eiga hug okkar allan hjá mjög stórum hluta þjóðarinnar þó svo sé ekki allir á kafi í því Svo var einhver sem að sagði Guðmundur Andri í gær ég held að það hafi verið Gísla okkar besta mann að hann nálgaðist handboltan eins og listamaður og handbolti væri svo mikið list. Já, bestu handboltmenn hafa alltaf verið listamenn líka að ég nefndi Geir Hallsteinsson áðan sem er faðir Loga sem er nú við þekkjum öll úr Þetta er allt úr Hafnarfirði, allt gott fólk. Allt gott fólk úr Hafnarfirði. Hann var náttúrulega töframaður með boltan og það var mikil unun að fylgjast með hann að spila því að hann svona galdraði fram alls konar hluti og eins var hann náttúrulega með föður Gísla Kristján Arason sem var mikil snillingur og svo verð ég að nefna í þessu sambandi líka bara því að ég er alin upp í Voga hverfinu
í Reykjavík að einn besti sonur Vogahverfisins var náttúrulega Sigurður Sveinsson sem við öll vorum mjög stolt af og skipta mikla og alltaf alveg gríðarlega mikil unun að fylgjast með honum spila. Mér langar að nefna til sögunar 2 aðrar uppeldisstöðvar frábæra handboltamanna utan höfuðborgarsvæðisins. Selfoss, ég held að það séu 5 í landslýshópnum þaðan eða eitthvað maður tekið eftir brjálæðislegt sko. Og svo hafa Vestmannaeyjar líka verið öflug. Ég held að alltaf nefna Akureyri. Nei, ekki núna upp á síðkastið en Alli Gísla er náttúrulega þjálfari Þýskalands en náttúrulega Akureyringur. Þeir hafa komið mjög öflugir þaðan en það hefur verið svona, það er smá pása í því. Já. Káamenn, yngri flokkar káa eru kannski núna að ala upp landsliðsmenn. Já, við skulum vona það. Það er einn árgangur hérna, 2008 árgangurinn sem er alveg gríðarlega sterkur. Þar eru menn alveg sem bíða í röðum og gætu orðið landsliðsmenn framtíðarinnar. Og þeir eru flestir mjög tengdir afreks handboltamönnum fyrri tíma. Já, svona. Þannig að þetta liggur mikið í ættum, fjölskyldum og svona. Þetta er náttúrulega hvað sem hver segir, þá er þetta þjóðaríþrótt, handboltinn og okkur finnst að þegar við erum að fylgjast með okkar liðum, standa sér svona vel á alþjóðamótum, þá finnst okkur að við séum þjóð með alþjóða. Okkur finnst það. Já. Og það er svo gott. Það er bara ágætt tilfinning ef við erum ekki að valdi vera aðra þjóðir. Smáþjóðir mega upplifa sig svona sko. Sem að gera í rauninni engum megin, það er verra ef að stjórnþjóðir fara að láta svona. Við viljum vera málsmetandi á öllum sviðum. Alltaf svo fólk er mjög hissa auðvitað á tónlistafólkin okkar sem að verður frækt í útlöndum og hvað kemur mikið af slíku frá þessari eyju hér. Hún Gunnhildur Einarsdóttir, hörpuleikari. Hún var í viðtali í gær við mig hér við Rauðaborðið að ræða eiginlega þetta sko sér íslenska sjálfstraust íslenskra tónlistarnema sem hasla sér völl á erlendri grundu. Hvað við komum við segi bara við. Okkar fólk. Já, okkar fólk. Hvað við komum geislandi af sjálfstrausti inn í alheiminn og segjum hér er ég. Með eitthvað nýtt efni, svona frumkvöðlar. Ekki endilega, bara hvernig við lítum á framtíð okkar. Bara bjartsýn og og erindi okkar við heiminn, við teljum okkur alveg fullt erindi við heiminn og einhver kynna að segja þetta sé bara svona vitni varðþekkingu á heiminum. Ignorances bliss, kannski. Barnaleg. Já, og barnaskap, sko. Það er nú gott. Já, það er gott. Þá er maður einlægur, sko. Já, það er gott. En það er skemmtilegt að setja þetta í samhengi. Ég hef sjálfur reynt í mínum efnistökum að brúa líka bilið á milli íþrótta og lista og líta svolítið á þetta bara sem sama hlut. Svona það var náttúrulega Ólympíuleikum til forna hjá Grikkjum, það var náttúrulega keppt í braglist. Það var keppnisgrein á Ólympíuleikum að hver rímar best og mér hefur lengi fundist að þetta að taka upp líka allavega í íþróttakeppnum hér á landi, það sé keppt í ferskeitlugerð eða sonnettugerð Og þetta segirðu ekki í gríni, þú meinar þetta? Ég veit það ekki. Það var í morgunútvarpinu í vikunni að tala við fólk sem er að halda þessu til haga og svona hefðbundnum kveðskap og nú er náttúrulega þessi sýningu í Ormstunga, ég er að fara að sjá á laugardaginn og þar er nú aldeilis verið að skapa og að kallast á í bundnu máli, í rappi. Þetta er spennandi að sjá þetta. Já, ég er mjög spenntur að sjá Ormstungu líka. Ég veit ekki alveg röð umræðunar hvort ég á að fara núna eitthvað leiðilegt eins og verðbólguna sem var ömurleg mæling í morgun. Ríkisstjórnin stígur krappandans þennan daginn. Dagar víns og rósa, þeir eru liðnir
eða hvort við eigum að ræða mál sem að varðar sérstaklega þig. Það er best að byrja á því að ræða þessi efnahagsmál. Guðmundur Andri. Komum því frá. Já, það sé bara búið. Og þá kallar á efnahagssérfræðinginn Guðmund Andra. Já, þú hefur reyndar sagt í þessum þætti áður að þú sért nú kannski engin sérstakur efnahagssérfræðingur. Nei, já, einmitt. Þannig að þú ert búin að koma því til skila, en við erum að horfa núna á það að það er allar líkur á að vextir hækki aftur með þessa mælingu, og ég veit ekki alveg hvað maður á að segja þarna ákvarðanir ríkisstjórnarinnar sem allir eru sammála, líka þau sjálfa hafi verið verðbólgu hvetjandi, samanber þetta með kílómetragjaldið, en þau segja á móti verðbólgan verður vegna þess að við gátum ekki treyst einkafyrirtækjunum til þess að sýna siðsemi í verðlagningu. Þar eru til olíufélögin. Þá kann nú einhver að segja að Guðmundur Andri áttu þið von á því að í íslensku fákeppninni, þar sem alltaf eru hafðar á okkur með okri allar þær krónur sem hægt er að hafa, að siðsemi olíufélagana eru til þess að við getum haldið verðbólgu niður eftir þessi breytingar. Ég held að sem ég að treysta á einhver svona einokunar fyrirtæki til þess að halda niður í verði. Ég held að við það segir sig sjálft. Segir sig sjálft. En þetta er áhyggjuefni og ég orðin það gamall að ég man verðbólgu árin og bæði sem barn og unglingur og líka þegar ég er að byrja að búa og þetta er ástand sem að við getum ekki með nokkrum móti látið endurtaka sig og ég heitist nú til þess að vera dálítið sammála því fólki sem að sér þetta sem svona dálítið innbyggðan vanda í íslenskt efnahagskerfi sem hagkerfi og við erum með þessa örmynt og þetta er alltaf frekar svona einhæf, við erum með einhæft efnahagslíf og það eiginlega getur ekki annað verið en að þessar sveiflur séu með svona reglulegu millibili sem að hefur að vísu tekist að halda niðri þessum sveiflum alveg frá því eiginlega í þjóðarsáttinni og svo áfram eftir þessari öld en og ég satt að segja trú ekki öðru en að ríkisstjórnin muni finna leiðir til þess að vinna á þessari verðbólgu og kannski er þetta bara svona stundarskot, ég veit það ekki, ég fylgist ekki með þessum málum lengur neitt svona sérstaklega vel en ég held að við getum allavega hvað sem öðru líður, þá getum við ekki þola það að verðbólga fari mikið yfir 5% til langframa. Hún er í 5,3 núna. Já, hún er 5,3 núna og ég held að þessi það er talað þessar þetta kílómetragjald sem einskiptis aðgerð eins og þetta er kallað sem að hafi bara áhrif þetta eina sinn og mun ekki endurtaka sig og ég held að líka að þetta hafi verið nauðsynlega aðgerð það verður að bregðast við því að við þurfum að auka fjármagn ríkissjóðs til þess að bregðast við innviðaskuldinni og það lækka tekjur af bensíngjaldi með minnkandi bensínsölu og það þarf með einhverju móti að mæta því og það er kannski eðlilegt að mæta því með þessu kílómetragjaldi en mér sem svona eiganda rafbíls hefur virst að þetta gerist svolítið hratt og það er einhvern veginn minna sem ég sé af efnahagslegum hvötum til þess að eiga og reka rafbíl sem að mér finnst vera mikil synd vegna þess að ég held að það eigi að beina orkunótkun okkar sem allra mest burt frá bensinni og olíu. Mér finnst heimildin svolítið hitta á það með fyrirsögn á frétt
skrifuð rétt eftir að verðbólgumælingin kom fram í morgun ríkisstjórnina, mynd af Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu, lofuðu að lækka verðbólgu en juku hana. Já, þetta notað náttúrulega svolítið líka sem gríla og ég upplifi svona verðbólgu og sem grílu sjálf að því ég nú líka mann allar þessar sveiflur sem hafa orðið og þegar núlin voru tekin á krónunni og bara hvernig verðið teitist áfram í óðaverðbólgu. Við munum álkrónuna. Og álkrón sem flaut. Og þetta en ég segi nú bara eins og þú, ég treysti þessar ríkisstjórn gerir það og ég vona að þetta sé ekki komið til að vera, en auðvitað eru sveiflur, þar eru sveiflur og þetta hefur heldur verið að fara niður átt allavega fram að þessu, en það eru fullt af ógnum náttúrulega, það geta komið upp hvenær sem eins og auki atvinnuleysi sem var að segja frá daginn og ef verðbólgan er að fara upp aftur þá það náttúrulega bara eitthvað sem að getur ekki haldið áfram, það þarf að gera eitthvað til að íhlutast í það og ég treysti fólki sem hefur vit á því til þess og vona að það klárist hjá þeim. Já. En maður ég tel mig finna fyrir að byrja örla á tortryggni hjá hinum almenna manni. Við höfum náttúrulega séð Samfylkinguna fara með himinskautum í skoðanakönnunum og það augljóslega mjög mikið þakklæti hjá þjóðinni að við séum með forsætisráðherra leiðtoga eins og Kristrúnu Frostadóttur. Við hefum verið að skoða fyrir leiðtoga aðeins aftur í tíman og það er kannski ekki fyrir en með speglunni við Kristrúnu sem að margir í rauninni átt að segja á því að við höfum kannski átt betra skilið á köflum en það sem við höfum haft og það hún hefur verið þetta sameiningarafl, vinsældir hennar náður langt út fyrir raðir kjósenda og það er mjög gott. Er að koma gestur? Já, heyrðu, bjóðum velkomin að umræðuborðinu mann sem heitir Hallur Magnússon og er ekki tillaði bara sem atvinnurekanda eða athafnamann eða eitthvað svoleiðis. Atvinnurekandi? Já, atvinnurekandi, vertu velkomin. Já, þú hélst þú ættir að koma aðeins síðar. Já, maður er bara með þessum guð gaman að sjá til. Þegar maður er með 150 messenger glugga opna og maður er í endalausum skilabóðum þá bara gerist það að bókanir þær geta farið út á söður þannig að það er bara gaman að sjá þig. Takk fyrir að koma. Já, takk. Við vorum að ræða verðbólgumælingu dagsins. Högg fyrir ríkisstjórnina eða hvað? Já, kannski fyrirsjáanlegt út af þessum kerfisbreytingum sem var verið að gera. Það er einar og sér ekki, það eru bara hluti af þessa hækkun. Það virðist vera sem þessi miklu fleira sem að hækkar og það er stundum þannig að þegar að ríkisstjórnin og opinbera fer hækka gjaldskrár eða gera breytingar eins og þetta, að þá fylgja fyrirtækin með en nota í raun og veru tækifæri til þess að smyrja aðeins ofan á álegninguna hjá sjálfum sér og ég var að heyra það að fjármálaráðherra bendir á að það séu hækkanir hjá bílasölum til dæmis sem að eru meiri heldur en kannski hefði átt að vera og síðan bendir hann á olíufélögin að þau hefði átt að lækka meira bensínið hvort þetta er rétt eða rétt ekki. Það er kannski bara að skoða það en þetta eru fleiri þættir en það var ljóst að breytingarna sem voru verið að gera á vörugjöldum og kilometragjöldum og því sem að myndu hafa einhver áhrif. Guðmundur Andri var að nefna smæð hagkerfisins, fákeppnina og íslensku krónuna. Þið framsóknarmenn, eru þið á báðum áttum, Hallur, hvað varðar til dæmis ESB og það skiptum gjaldmiðil eða hvernig er hljóðið í ykkar hópi núna? Nú var 15 ár síðan ég sagði mig úr framsóknarflokknum en allt er góðu, þetta maður þekkir umgeist framsóknarmenn og þekkir aðtillega. Þú ert alltaf til að framsóknarmaður, ég er einu sinni framsóknarmaður, alltaf framsóknarmaður. Þannig, enda voru það góð 25 ár, það er meira að minna allir. En það er alveg ljóst að svo lína sem eru tekið núna er það að andstaðan við Evrópusambandi er mjög skýr og andstaðan við evruna er mjög skýr í framsóknarflokknum eins og stendur. Það var ekki það. Þín persónulega ástæða, hver er hún? Já, bara þetta er galið að halda íslensku króna og það er ekkert vit í öðrun að ganga í Evrópusambandi. Nú, þú ert þar. Það er bara svoleiðis. Það er að vera þar í 15 ár. Kannski en ástæðan fyrir því að... Það er svona, sagðir þú
Það er hluti, við séum að hérna flokkurinn var málefna ágreiningur á milli meiri hlutanum flokknum og mín. Þannig ég hætti bara. Ef maður taka hennar bolta, að því að við vorum að tala um handbolta. Þá finnst mér þetta svolítið merkilegt. Þú ert að lýsa þessu sko, að hvernig þú varst þetta í Framsókn fyrir 20 árum kannski. Já, 15-20 árum. Og þá voru svona alls konar skoðanir uppi hérna í þínu samfélagi sem er bara eðlilegt en nú horfum við upp á Framsóknarflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn eru allir mjög hatramir í andstöðu sinni við aðild að og meira að segja í andstöðu við þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ég að taka upp þessar aðildarviðræður þó að Framsókn hafi vísu ljáð máls á því. Sko mér finnst þetta ég er með að skilja þetta vegna þess að eitt náttúrulega sko ef að Framsókn hefði ráðið hér þá hefðu við ekki gengið í EFTA Framsóknarflokkurinn var andvígur inngöngu í EFTA, hann var andvígur EES svona að mestu. Eiginlega allir íslensku stjórnmálaflokkarnir sýndu tækifærismennsku gagnvart EES. Nei, þetta var bara samfæring þeirra sko og alþýðubandalögin þá var til ennþá og kvennalistið þetta var bara fólki fannst þetta og það bara tortryggði það að hérna ganga í þessi björg og að hérna fara svona nálagt hérna erlendu auðvaldi og vera svona í þessum hásölum valdsins hérna og segja sig undir þetta svona mikla vald upplifðu það sem bara eitthvað framsal á sjálfstæði og fullveldi sem það kannski var í einhverjum skilningi en nöðsynlegt það þurfti alltaf að taka á okkur ráðin með ýmislegt sko. En að hérna með Framsóknarmenn á þeim tíma með minni það að einhverjir sátu hjá í Halldór Ásgrímsson minni mig að og hérna var einhver fleiri sem sátu hjá með í hérna gagnvart EES Steingrímur var hatrið hann var mjög harður á móti það man ég vel og hérna málega það var ákveði valda framsal með samningnum og efnahagsvæðinu og mín skoðun er sú að með því að gangi í Evrópusambandið þá séum við að ná ákveðin hluta því valda framsali tilbaka og það er eina ástæða fyrir því að ég er mjög sáttið við að ganga í Evrópusambandið fyrir utan það að við erum Evrópuþjóð við eigum samleið með Evrópuþjóðum og við sjáum það náttúrulega núna bara þessa mánuðina virkilega. Þar eigum við heima, þar viljum við vera, þar viljum við eiga heima. Áherslumunurinn þá hjá Framsóknarflokknum núna í dag er það að menn vilja ekki ganga inn en veri í samstarfi halda áfram með EES-samningin og á Evrópska efnahagssvæðinu og í þessu regluverki sem er þar. Miðflokkurinn hins vegar, hann er hatramur á móti, það er nánast trúarbrögð. Ísland úr eftir kjörin burt. Já, og sko í raun og veru dálítið þannig, það verður komið umræða þar í miðflokknum að segja upp samningnum með Evrópska efnahagssvæðið. Og það eru raddir þar sem að segja við eigum ekki að vera þar inni. Já, en þetta eru hægri öfgamenn sko og við sem að sko hérna tengjast á þessum öflum í Evrópu sem eru Brexit og Alternativ für Deutschland og fleiri öflum sem að vilja sundra Evrópusambandinu Við megum ekki kalla populista þá móðkastir. Nei og svo höfum við sko vinstra megin höfum við flokka sko sem að hérna sósíalistaflokka sem að líta kannski eðlilega á Evrópusambandi sem einhvers konar auðvaldsklúbb nýlenduveldana sem að hérna hafa rottað sér saman til þess að hérna arðræna aðrar þjóðir og fátaka alþýðu eigin landa og það er alveg sjónarmið. Þetta er náttúrulega hugmyndafræði sem þú þekkir. Ég þekki ágætlega þessa hugmyndafræði þó að ég hafa nú ekki aðilstanna í kannski 50 ár. En hérna, það sem ég skil ekki alveg eru sko hófsamir hægrimenn og vinstrimenn. Sentristar á eins og svona hægra megin eins og eru í Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum, svona upp til hópa. Af hverju
þessir eru svona hatrömm gegn Evrópusambandinu sem að í öllum öðrum löndum styðja Evrópusambandinu. En þessi hópur sjálfstæðismanna sem nefnir klauf sig út úr sjálfstæðisflokknum og stofnaði Viðreisn. Já, það ennþá samt fólk held ég innan sjálfstæðisflokksins sem að nú svona Já, kannski. Já. Ég svolítið sammálaður með Framsóknarflokkinn, sko. Mér finnst Framsóknarflokkurinn ekki svona, mér finnst tilvistar grunnur hans einhvern veginn svolítið í einhverju limbo fari núna og Ólafur Harðarsson prófessor sagði hérna daginn að hann hefði líka bara mist sko sjónar á hérna jafnaðarmanna hlutverkinu einhvern veginn sko, með hlutverkinu. Flokkurinn náttúrulega í mjög miklu áfalli og þetta var gíflegt áfall að missa þarna 3 ráðherra af þingi, ráðherra sem allir höfðu staðið sig mjög vel, menn þetta getur verið ágreiningum á hverju mál en yfir heildina þá voru þessi ráðherra að standa sig mjög vel. Þannig að það engin eftir til þess að taka við að Sigurður Inga sem var alveg ljóst að vara hætta fyrir þessar kosningar. Hann fer ekki í annarsætið ef hann ekki að hugsa það að vera á leiðinni út á einhverjum tímapunkti. Og það var áfall fyrir hann held ég, bara á kosninganóttinni, maður bara sá hann og þekkir hann þegar hann var inni og viljum úti að það var áfall fyrir hann. Já, það var enga gleði að finna. Nei, það var bara viðbröðum þannig og ég held að hann hafi séð það fyrir sér að Willum yrði inni og Willum tæki síðan við Framsóknarflokknum. Hann vildi sjálfur frekar vera úti. Já, heldur en og halda Willum inni enda hérna það bara hrundi allt á mögulinni og ég hugsa eða ef að það hefði gerst að Willum meira svona meiri balans í þessari Evrópusambandssumræðu, ekki það að hann sé að berjast fyrir að fara í Evrópusambandi. Málefnalegur sanngjarn maður. Já, og bara mildar því. Lilja Dögg hefur tekið mjög harða afstöðu í þessu, bæði með krónuna og Evrópusambandsaðildinni og Ingibjörg á sama stað. Þannig að nú alveg ljóst að formaður svo fremi sem eitthvað gerist ekki óvænt að þá verður forysta Framsóknarflokksins mjög hörð í þessu en samt ekki. Ef að það verður hér þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður og þegar að þjóðin ákveður það að halda áfram aðildarviðræðum þá mun Framsóknarflokkurinn ekki setja sig upp á móti. Miðflokkurinn geti gert og segja að það á ekki að fara þessa leið en Framsóknarflokkurinn mun að mínum viti þá segja allt í lagi, það er búið ákveð að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það gott og við höfum alltaf talað fyrir því að eitt yrði að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að ætti að fara að halda áfram þessum viðræðum og auðvitað munum við síðan samþykja niðurstöðu þjóðarinnar. Við munum ekki ganga gegn þjóðinni en við erum ekki á þeirri skoðun að fara inn þannig þetta held ég að verði þeirra lína. En má ég skjóta þig nokkur hraðaspurningu núna af því að þú ert svona sá okkar sem þekkir best til í Framsóknarflokknum. Af hverju býður Willum sig ekki fram? Ég held að hann hafi bara tekið þá persónulega ákvörðun að hætta í pólitíkinni, hann búinn að vera í þessi ár, hann stóð sér vel, hann komin í mjög spennandi og skemmtilegt starf sem að liggur hjartans nærri og ég held að það hafi fyrst og fremst verið persónuleg ástæði fyrir því, bara ekki vilja gera það, ekki vilja fara aftur inn í pólitíkinni á þennan hátt vegna þess að ég er alveg sannfærður það að með fullri virðingu bæði fyrir Lilju Dögg og Ingibjörg sem eru þessi 2 formannskandidatar fyrir þá sem ekki vita og flokksþingið bara eftir rúman hálfa mánuð að Willum hefði alltaf haft það reglurnar eru þannig að þú verður að hafa meiri hluta á bakvið þig og eins öflug stjórnmálamaður velmenntuð og mikil baráttu manneski eins og Lilja Dögg þá held ég að hún hefði aldrei fengið meiri hluta og reglurnar er þannig að þannig ég hefði veðjað á það þetta er svona alltaf bara þetta er svona sakfræði að ef að Willum hefði farið fram að það hefði væntanlega Lilja Dögg og Willum verið efst og Lilja hefði aldrei náð meiri hlutanum hún hefði þess vegna getað verið með kannski með 40%
en ekki komist yfir 50%. Það er mín tilfinning. Ég skrifaði frétt á vef samstöðurinnar í vikunni að það væri svona einhver hluti Framsóknarmanna sem væri í rauninni ósáttur við bæði þessi framboð, eða teldi þau ekki líkleg til þess að sátt og tækifæri til vaxtar og blóma skapaðist innan Framsóknarflokksins. Ég velti upp þar möguleika sem heimildamenn höfðu nefnt sem var að kalla gamla drauga úr fortíðinni eins og Sif Friðleifsdóttur og nafn Einar Sveinbjörnssonar var líka nefnt og eitthvað svona. Hvað þetta að segja? Ég held að það fór greinilega eitthvað af stað og ég bara heyri það, ég aðeins verið að ferast út í landi líka og hitta Framsóknarmenn þar sem að eru eiginlega bökum hildar yfir því að Willum hafi ekki komið fram og eru ekki sáttu við Ingibjörgu þótt hún sé landsbyggðarkona, kannski að þau náttúrulega varaformaðurinn kemur skaða fyrir og síðan kemur formaðurinn á Akureyri, það vantar balansinn í það. Þannig að ef þú lítur yfir sviðið hjá þeim sem eru aktífi núna þá er ekki marga að ræða. Þannig að það er rétt sem segir í fréttinni að það standi yfir einhver leit að þriðja kandidat. Það greinir þetta að fólk allavega ræður það. Já, fólk ræður ég ekkert greinilegt, ég veit að fólk ræður það. Já. En staðan er bara svo eins og segir að finna og draga upp gamla drauga, það er bara vegna þess að Ég myndi ekki kalla Sif gamlan. Nei, alveg eldsprækur eldhugi. Já, hún er það og það er ekki verið að vísa þannig sko. Hún er bara leikar og ég skil líka það fólk að vilja ekki koma tilbaka í þessa stöðu sem er núna. Og ég sé í raun og veru eiginlega bara einn aðila sem að gæti tekið þetta leiðtogahlutverk af sér að þeim sem eru aktífir í pólitík núna önnur en þessi tvö. Það er maður sem að vera að berjast fyrir sínu pólitíska lífi í borginni og hefur ekki verið lengi í Framsóknarflokknum. Hver? Það er borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og fyrrverandi borgarstjóri sem að er í þeirri stöðu. Það gæti eftir 4 ár ef hann lifir af, kemst inn í borgarstjórn núna sem að ég er nokkuð vissum að geri og farið langt með annan þegar upp er staðið og tala um að hann kemst í þá aftur til áhrifa í borginni, þá til 4 ár er hann orðin góður og sterkur kandidati. En ég sé engan annan. Alveg ótrúlega pólitíska afleik. Það var nú sagt pappa minn, hann braust til fátæktar, en það má segja Einar að hann hafi brotist til áhrifaleysis. Já, má segja það, en ég er ekki viss að það hafi verið þannig. Ég er ég sé ekki samfæri en ég hef sterkan grunn að það hafi verið búið að semja þetta í Flokks fólksins og svo var það bara Inga sem sagði hingað ekki lengra. Ég er nánast samfæri það. En eru ekki sammála það að hafa skal það sem hnittnara er? Jú, þetta er miklu skemmtilega. Ekki eiginlega góða sögur. En Framsóknarflokkurinn hefur ennlega gamall flokkur búin að vera kannski mest allra í ríkisstjórn. Þeir eru alltaf með. Passa inn í svona hægri vinstri. Hann að tveggja stóru valdaflokkana. Gegnum tíðina og þeir haft mikil völd hérna á Íslandi. Með svo svolítið sérstætt með hvað flokkurinn hefur ekkert fengið meirihluta fylgi eða eitthvað gríðalegt fylgi aldrei. En alltaf með og með gríðaleg völd á Íslandi í langan áratugi, marga áratugi. Alltaf í ríkisstjórn. Þannig að þetta verður kannski eitthvað breytingi, veit ekki. Sjallar og Framsóknarmenn voru Batman og Robin heilu áratugana. Já. Það er mikið sko reynsla af hvað að segja, það er dálítið í DNA Framsóknarflokksins að vera í ríkisstjórn í kerfinu. Já, og náttúrulega á flokkurna mikil ítök í ríkiskerfinu og alls konar ríkisstofnunum og þetta er svo sjálfstæðisflokkurinn sko. Ég hefði með fullu virðingu og ég fyrir Flokk fólksins að þá hefði ég viljað að Framsóknarflokkurinn væri í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem er núna sterkar og með þessa ráðherra sína sem að voru þarna sínum tíma en hins vegar finnst mér að Flokkur fólksins hafa staðið sig einstaklega vel í ríkisstjórn og í þessu og miklu betur heldur en að ég hafi trú á í upphæð. Valgerður, nafn Sifjar var nefnt á hann. Ég sá að hún var í hópi þeirra sem að bara upp fyrirspurn nokkuð beitta á læknadögum eða opnu málþingi þar sem að almenningur fékk að koma að borðinu í síðustu viku þar sem var verið að fjalla
áfengi í alfaraleið. Og mér langar að hrósa ykkur fyrir þetta framtak, þetta lýðheilsu framtak að leggja svona mikla áherslu á skaðsemi áfengis. Ég held að við höfum öll verið orðin svolítið dofin bara fyrir því að áfengi væri ekki bara einhver hamingju og gleðisbrauta, því að það alls staðar verið að óta þeim skilaboðum að okkur. Sjónvarpsauglýsingarnar hafa tekist mjög vel og svona. En hver er svona tilgangurinn með þessu átaki, hvers vænst, af hverju sáu þið þörf á því til læknar að setja þetta svona á dagskrá og vera að keyra með sjónvarpsauglýsingar af snar bættu lífi fólk sem hættir að drekka? Sko, sjónvarpsauglýsingarnar eru frá SÁA samtökunum. En læknadagar eru sérst á vegum Læknafélags Íslands og lýðheilsuráð sem ég sit í Læknafélaginu sem kom með þessa uppástungu að hafa málþing áfengi á læknadögum sem stærsta læknaráðstefna á Íslandi haldin alltaf í janúar, heil vika með margbreyttu efni fyrir 1000 lækna og var samþykkt að vera með heilstags málþing og við vorum með gríðarlega mikið 20 manns að tala á þessum degi en allir fengum mjög stuttan tíma og þurfti að vera mjög hnitmiðaðir og þetta kom gríðarlega vel út og vakti mikla ánægju með að lækna. Sláandi upplýsingar, margar og staðreyndir. Og síðan ákvaðaði líka Fræðslistofnun sem að sér læknadaga að þeir vildu hafa opna málþingið einmitt þetta efni og þetta var svolítið þema þess vegna en auðvitað voru gríðarlega mörg erindi og mörg umræða á læknadögum en þetta var svona heill dagur sem mjög óvenjulegt og það fekk mikla athygli og það sem að þannig að þetta var ekki málþing áfengisfíkn, það sem ég vinn við heldur þetta lýðheilsu og bara okkar viðhorf gagnvart áfengisdrykkju og það eru fullt af upplýsingu sem bara gott að allavega fólk sem meðvitað eins og til dæmis samfélagslegu kostnaður sem 100 milljarðar á ári það sem kostar samfélagið að við drekkum áfengi þetta síðan eru fullt af upplýsingu sem margar sem ég hafi ekkert heyrt endilega áður eins og til dæmis bara ein eining af áfengi á dag sem engum myndi segja var neinn ofdrykkja og örugglega ekki vandamál varðandi fíkn. 1 hvítvínsglas? 1 glas á dag, já. En það getur valdið bara sjúkdómum. Það eykur til dæmis líkur á gáttaflöktum 8% og það eykur líkur á krabbameinum og það eykur líkur á kvíða og svefntruflunum og bara alveg fullt af sjúkdómum bara svona hófdrykkja sem við köllum kannski þannig að svona meðvitund að þetta hvers konar efni þetta þannig að eins og við vitum að þá ekki mjög óhollt að drekka mjög lítið stundum áfengi, það ekkert sérstakt það að segja en það aldrei eitthvað hollt eða til bóta en drykkja sem svona einhver skipti í viku af því nú eru 7 dagar í vikun og ef maður drekkur eitthvað áfengi 4 daga af því þá maður að drekka meira en fleiri en færri daga og nær því að drekka þá daglega að það mjög skaðlegt heilsunni og bara gott að svona fólk átti sig bara á því og að því að eins og þú segir þá mjög mikið pressa frá iðnaðinum auðvitað að selja, það eðlilegt fólk vil selja sína vöru en það alveg gríðarlega miklir peningar, þetta minni svolítið núna á Big Tobacco sem þið munið náttúrulega vel eftir og síðan var öllu sveipað af þarna þetta væri hættulegt og búið að fela upplýsingar út í hvað og það tók alveg mikið af stjórnvaldsaðgerðum til þess að breyta og síðan kom viðhorfsbreytingin. Þið munið það að við höfum enga trú á því að vera þetta að fara á kaffihúsi og mætti ekki reykja þær en það var reyndin var önnur og þannig að þetta bara mikilvægt að yfirvöld séu meðvituð svona að það sé mikilvægt að séu setta leikreglur og svo þurfum við bara að halda uppi upplýsingum efni þannig að fólk bara geti skilið og vita hvað það að gera þannig að það sé ekki bara einhliða áróður í hina áttuna og Big Tobacco var stórt en Big Alcohol það alveg margfalt stærra þannig að þetta alveg ofurefli við að eiga en við höfum góða leiðir á Íslandi. Eitt af því sem kom mér mest á óvart held ég, það var erindi það að við varum að vanmeta og byggja úreltum og gömlum rannsóknum skaðsemi neyslu áfengis á ungt fólk
mörg og það var sérstaklega verið að tala framheila skaða sem getur orðið hjá ungu fólki sem neytir áfengis og það var gefið í skyn að ef við værum að nota nýjar rannsóknir skaðsemi framheilans hjá ungu fólki sem að misnota áfengi að þá væri nær að hækka áfengiskaupa aldur í 25 ár frá 20 núna frekar en að við þurfum alltaf reglulega að hlusta á umræðum það hvort það að lækka niður í 18 og til að sjálfstæðisflokkurinn leggur ítrekka fram frumvörp þetta. Sko þetta nefnilega alltaf það voðalega sjaldan að policy eða stefnur yfirvalda hlýði á vísindi. Það bara gerist húa sjaldan bara í heiminum og samanber kannabis löguleiðingu og alls konar hluti en en þetta eru upplýsingar sem liggja fyrir að áfengi hvort sem það í daufum eða sterkum drykk það skiptir engu máli, þetta sama efnið það taugætur, það skaðar taugarnar og heilin náttúrulega bara aðal taugaknippið okkar og það hann að þroskast alveg til 25 ára og kannski 30. Já, það einhver rannsóknir sem bendir til þess að hann sé jafnvel að þroskast lengur. Já, og en síðan hörna eftir það því miður. En við erum að býti það súra. Við erum á hinum endanum En þannig að það meikar sens, eins og sagt að það skynsalegt að venda heila sem að þroskast, taugaþroskan, fyrir eituráhrifum. Af því að það bara hefur meiri áhrif. Þetta svona þannig að ef maður er að hugsa lýðheilsu og hvort ég að setja einhverja reglur í kringu það þá auðvitað það skynsamlegt og þá myndi það minnka því að ef eins og hjá okkur þá 20 ára aldurstakmark og okkur finnst eðlilegt 18 ára að drekki áfengi og þannig að ef það 25 ára þá væri það sennilega 23 ára sem væri þá eðlilegt að drekka áfengi og svo framvegis þannig að það svona það svo margt að gera til að minnka heildarneysluna og aðgengi og viðhorfið. Og ég held reyndar að unga fólkið sé með aðra sín heldur. Þeir sem að lenda í mestu vandræðum með fólk sem yngri en ég, að ég komin yfir miðanaldur eiginlega og eldri. Þannig að það í mestu vandamálunum. 40, 50, 60, maður les það að þetta sé dulinn vandi hjá eldri borgurum og svo fólk á miðjum aldri það að gera sjálfu sér mestan skaða. Það heldur að sé að gera gott fyrir heilsuna og skál fyrir einhverju skemmtilegu en það að skaða sig og veita kannski ekki. En ég held að unga fólki sé bara ekkert endilega þarna fullt af svona sveiflum í allt aðra átt heldur en að fara að drekka mikið af áfengi En það gæti líka verið að vandinn sé ekki eins dulinn eins og þið voruð að nefna bara alltaf ef fólk á bráðamáttöku spyr annara spurninga því að eldri borgarar og miðaldra fólk að koma bara slasað og brotið í hrönnum samkvæmt erindum sem þarna voru flutt eftir að hafa dottið, drukkið og alls konar tjón sem að veldur sjálfu sér Hann hélt yfirlæknir var með var grein í Vísi held ég ekki og hann var að lýsa þessu, hann spurði þetta ekki nógu vel skráð hjá okkur í kerfinu, það ekki skráð en hann sem sker svona óformlega könnun og á ákveðin tíma fólk ekki spurt þegar kemur á bráðamóttökuna varstu að drekka? Já, kannski það spurt, það ekki skráð í sjúkraskrána en það verður gerð bragabót og því held ég en hann kannaði þetta og var sem sagt þá voru 20-50% að koma hefði ekki þurft að fara á bráðamóttöku hefði ekki drukkið áfengi það náttúrulega, þú veist, hvort sem það var bara þetta eina skiptið eða hvort drekkur hvernig degi það bara annað mál þannig að þetta bara ef því vonum að tala hvað ættum að taka peninga og kannski lækka verðbólgina þetta kannski góð byrjun Samfélagslegu kostnaður jafnvel á annað 100 milljarða en frábært framtak hjá okkur og takk fyrir að koma sem sérfræðingur og aðeins inni og ræða þennan kapla sérstaklega við höfum ennþá örfáa mínútur þangað til við ljúkum umræðinni eigum að fara af því að þú ert í Samfylkingunni Guðmundur Andri, hvernig finnst þér þetta að hafa tekist til með að bylta Heiðu borgarstjóra Já, það tókst greinlega en ég veit ekki hvað ég get svo sem sagt það mér fannst Heiða að standa sig afskaplega vel þann stuttatíma sem hún var borgarstjóri og mér fannst hún að því hún tala Einar áðan og hvernig hann braust til áhrifaleysis þá tókst henni og þetta hlutverk stjórnmálamanna það ekki, það að hafa áhrif
og leiða fólk saman og koma einhverju til leiðar og hún stóð sér vel í því og gjá inn í samfélkingunni? Er gjá núna inn í samfélkingunni? Ég verð að játa það að ég ekkert virkur innan samfélkingarinnar lengur og ég hætti alveg, þegar ég hætti í pólitík þá hætti ég í pólitík og þannig að ég veit ekkert hvað fólk að tala og hugsa þar ég veit bara kýsflokkinn og geri það sem eftir en nefnum eitthvað mikið gerist en Pétur þekki ég ekki og sá hann bara sem svona fótboltasérfræðing og fannst hann vera skynsamlegur og geðugur maður og ég hef ekkert á móti honum heldur en mér fannst Heiða standa sig vel í sínu starfi. Hallur? Það verður að hafa í huga að Heiða var ekki í fyrsta sæti, hún var ekki í leiðtogasæti, þannig það ekki verið að velta leiðtoga og þannig mér finnst að sumir hafa sett þannig upp að það hafi verið að fella konu sem var þarna á toppnum og borgarstjóri og það saman, en hún var ekki kjörin til þess á sínum tíma. Hún var búin að vera mjög stutt sem borgarstjóri líka. Já, núna þar að þau ekki. Mér finnst hún að hafa ekki tíðina staðið sem mjög vel, mjög margt sem mjög ósammálinni. En þannig að mér finnst að vera að gera aðeins of mikið úr þessum gjánni eða því sem að það hefði litið öðruvísi út ef hún hefði verið kjörin í fyrsta sæti fyrir síðustu kosningar og síðan fælt núna. Það hérna bara ákveðin eðlismunur á þessu tvennur. En segir það eitthvað allams, nú hefur komið fram að Kristrún hefur ekkert hringt í hana eða það ekkert samband þeirra á milli? Þarf ekkert að vera samband á milli? Ég veit ekki hvort það sé mikið hringt á milli fólks í samfélkingunni, ég bara þekki það ekki. En hins vegar aðeins annað hvað þetta þýðir fyrir bara borgarpólitíkina. Ég held að með Pétur þarna þá möguleiki samfélkingarinnar til þess að halda áfram í meirihlutastjórninni meiri heldur en áður og meiri heldur en Heiðu. Hann getur unnið allar áttir. Unnið í allar áttir, báðar áttir, ef við vilja, gæti þess vegna með Viðreisn, með Framsókn, með Sjölum. Í sjölum þess vegna, þannig að þeir möguleikar eru upp á borðinu og einst til vinstri þess vegna. En væri síður með Heiðu þá til hægri? Já, til hægri og hún líka búin að brjóta ákveðna brýr þar. En á móti, þá held ég að þessi niðurstaða hjá samfélkingunni sé tromp fyrir vinstirhreyfinguna. Þótt að hún sé svona svolítið klofin vegna þess að ég hef grunum að hluti af því fólki sem að fylgdi Heiðu miklu meira til vinstri í samfélkingunni heldur en aðrir og þetta gæti orðið til þess að ákveðin hluti kjósenda samfélkingarinnar fari yfir á Sönnu og Vinstri græna. Hljómar sem skilsalega greining. Ég sammála því. Ég held að það séu miklu möguleikar þar, aðeins að nefna bara að þú varst að spyrja með þetta símtal þá finnst mér að formaður stjórnmálaflokks á að hringja það bara þannig. Mér finnst það líka. Já. Það bara partur á djópinu. Það mjög fyndið. Ég hef sagt allavega við þig tvisvar, svo ætlum við líka að ræða stöðu íslenskunnar, en ég raðin alltaf einhvern veginn síðast á umræðuborðið og nú tími búinn. En í þriðja skipti sem ég byrði að koma þá lofa ég því að við munum að ræða stöðu íslenskunnar. Það svo ótalmargt fleira sem væri gaman að ræða. Það áhugamál mitt líka. Þá komið þið bara tvö aftur. En kæra þakkir, við komumst ekki lengra. Það búið að vera mjög ánægulegt að fá ykkur og Hallur, þú verður allur næst. Ekki bara... Já, ég en ekki kynna þá sem framsóknarmann. Nei, ég gera það alltaf og maður þarf að heyra það maður þarf að svara fyrir framsóknarflokkin enda allstaðar, það allt í lagi. Það mjög gott. En Hallur, Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir SA og Guðmundur Andri Tórsson, kæra þakkir fyrir komuna öll þrjú og áfram höldum við göngum götuna áfram, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, meira efni hér handa við hornið. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr.
Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is